Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Íslandshús áhugavert nýsköpunarfyrirtæki á Ásbrú í Reykjanesbæ það þróar og framleiðir forsteyptar einingar og stólpa. Við förum í flugstöð Leifs Eiríkssonar og kynnum okkur nýjan gegnumlýsingarbúnað og við fáum líka ljúfa tóna frá áttræðum kór Keflavíkurkirkju. En við hefjum leikinn á Ásbrú. Óskar, ef að þú myndir nú segja okkur aðeins frá upphafiðinu að Íslandshúsum, þessu fyrirtæki, frumkvöðlega fyrirtæki sem verður til hér á Suðurnesjum og þið eruð að byrja á þeim tíma þegar hlutirnir eru í rauninni ekkert mjög góðir á Suðurnesjum svona nokkrum árum eftir bankahrun. Já, það má segja að þetta hafi kannski náð alveg frá árinu 2000. Þá stöndum við hjónin á tímamótum og við ákveðum að fara til náms, til Danmörk og læra byggingarfræði. Það gengur að sjálfsögðu eftir og við erum að reka þarna hönnunarstofu út í Danmörk eftir skóla í 3 ár. Allt þangað til að mér er boðið starf hjá Loftorku Borgarnesi sem markas- og sölustjóri. Og þetta var nú rétt fyrir ævintýrið mikla þarna og kreppuna stóru og það 1,5–2 ára seinna þá var það fyrirtæki gjaldþrota og ég missti vinnan. Í gegnum þann tímabil sem ég var þarna hjá einingarsmiðjunni, þá kynntist ég þarna góðum mönnum, verkfræðingum og ég fékk átt í samstarf með mér að búa til vinnuhóp að endurhanna einingahús upp á nýtt út frá forsendum einingana. Ekki endilega verið alltaf að taka heilsteypt hús og klippa þau niður í einingar heldur að segja hér er einingin, hvað getur búið til úr henni. Og við þarna á þessu atvinnulífstímabilinu mínu þá raunverulega fattaði ég upplifði mig ekki sem atvinnuleysinga. Ég fékk aðstöðu í hnitverkfræðistofu sem var hluti af þessu verkefni og þar mætti ég raunverulega bara til vinnu alla daga og við vorum 3 ár lágu við yfir þessu verkefni og út úr því kom raunverulega fullhannað einingahús á forsendum einingana, þannig að einingarnar voru orðin standardframleiðsla í mismunandi stærðum, mismunandi útfærslum sem viðkomandi byggingarmeistari gæti svo bara komið og keypt og raðað búið til einhvers konar hús úr. Þannig var Íslandshús nafnið til. Nú, eftir 3 ár þá detti ég á atvinnuskrá og ég raunverulega, leita til bæjarins Reykjanesbæjar? Já, Reykjanesbæjar til þess að halda áfram. Mér er tekið mjög vel þar og þá þekktum við þetta verkefni okkar og vildu að ég myndi reyna að halda áfram við að koma því á laggirnar. Nú, Katiko hefur stutt mig gífurlega vel líka, sem Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar og þeir lánuðu mér húsnæði og á sama tíma þá gerði Reykjanesbær við mér rammasamning að versla við mig minnir 5 milljónir á árinu. Þetta var til að koma mér í gang. Fljótlega þá kom inn verkefni að framleiða sjósökkur, það er þyngingar og skólplögg sem verður til sjó, sem Reykjanesbær stóð fyrir hérna í Keflavíkurhöfn og ég fór í að framleiða fyrir það og það dekkaði þennan samning. Á þeim tíma er ég búinn að fá þetta húsnæði frá Katiko sem er 400 fermetra húsnæði og það er náttúrulega ekki nagli inn í húsnæðinu. Þannig að ég byrja bara á því að smíða við vinnuborð, taka bílskúrsverkfærin með mér og smíða trémót undir þessar sjósökkur. Ég er að framleiða þá eitt sett á dag sjósökkum, byrja klukkan 5 á morgnana að sjóða járnagrindirinn í þetta og koma þeim í mótin og svo er pantaður steypubíll til þess að koma með steypuna. En svo var það að gerast að það passaði náttúrulega ekki afgangunum steypubílnum í mótin hjá mér endilega. Ég var oftast á síðastur í röðinni að fá steypu og það var alltaf afgang sem við vorum bara nánast að sturta niður hérna út í móum.
Og þetta fór svolítið í byrjun á mér. Svo eina helgina þá raunverulega fer ég bara, kemur upp í verksmiðju og smíða með trémót sem var fyrsti dvergurinn til þess að nýta þess afgangssteypu. Og svo bara fjölgar þeim mótum og allt í einu verðum að var við það að það bara hreinlega markað fyrir þessa vöru og þessa hönnun sem við erum með. Við verðum mikla áherslu á gæðin og hérna að virknin á vörunni, þetta væri sem með einhverjum hætti að öðruvísi varin væri fyrir á markaði því við erum ekki endilega kópir það sem aðrir eru að gera. Nú fljótlega förum við yfir í að smíða stálmót og þetta fjölgar og núna erum við þá stattir þar að við erum að framleiða þetta frá 30 kíló steinum upp í 2 tonn steina, framleiðast þar milli 30 og 40 tegundir af steinum. Þannig að það má kannski segja það að það tók við eitthvað þarna. Já, þannig að afgangssteypan sem átt að henda, hún varð að framtíðar fyrirtæki í rauninni, þannig að framleiðslan sem að varð til af afgangssteypunni í rauninni Íslandshús í dag. Já, þannig má orða það þannig. Og svona í stuttum máli, þetta eru steypustólpar? Þetta eru allt, sérstaklega járnbundnir steypustólpar sem eru náttúrulega sérstaklega hannað af okkur. Þeir eru ætlaðir undir, Malmingur þekkir mest undir sólpalla, en við erum að framleiða stærri sem árekstrarvarnir, öryggisgirðingar, við erum að framleiða mikið af umferðarlausnum, umferðareigjum, alls konar afmörkunarstólpum og svo áfram og áfram. Því við reyndar erum við að framleiða bara vöru og það kemur okkur stundum á óvart hvað kúnninn finnur svo út úr hvernig hann getur notað vöruna og það er oft skemmtilegar útfærslar á því. En þannig að upphaflega Íslandshús eins og nafnið gefur til kynna þá voru þið að fara að gera eitthvað allt annað í upphafi. Já, það stóð til að fara framleiða einingar og það er svo sem ekki heldur neitt út af borðinu, ekkert endilega. Við eigum þannig fullhannað með ástand þessum aðilum sem hönnuðu þetta með okkur, fullhannað einingarkerfi og það er svo gaman að segja kannski frá því núna í dag að því mennum alltaf að tala um kolefnisspor, að þarna fyrir 10 árum síðan þegar við vorum búin að leggja þetta verkefni á borðið, vorum að leita að fjárfestum til þess að aðstoða okkur við að koma þessu í gang, að það standast þær kröfur sem menn eru að gera núna til byggingar að vera með 35–45% minna kolefnisspor. Auk þess í þessum einingu voru náttúrulega búin að leysa samtengingar, mun sterkari samtengingar og voru búin að leysa fullt af þessum tæknilegu atriðum sem hefur verið að sjá þessa einingar framleiðslu. En hvað er fyrsta framleiðslan sem verður til úr afgangssteypunni? Það er steinn sem er 65 kíló, heitir teitur og síðan verður til álfur 30 kíló, purkur 50 kíló og svo verður plúsarnir til og svona heldur þetta áfram og þróast. Íslandshús er eins og sagðir frumkvöðla fyrirtæki og við nærumst á nýsköpun. Hér er stanslaust verið að komið nýjar hugmyndir, við erum að smíða mót, við erum að smíða 3–4 nýjar tegundir á ári af mótum fyrir alls konar lausnir. Þannig að það er það sem kannski er kjarninn í þessu að þessi drífur okkur. Það er að búa til einhverja nýjar lausnir, leysa vandamál með vístöðunum. Segðu mér aðeins frá svona framleiðslunni. Þú veist, þið eru að framleiða inn í verksmiðju og hvað eru með marga starfsmenn og þú veist að segja mér að þið eru stöðugt að framleiða inn á lager. Já, við keyrum þetta þannig að við erum að framleiða einhverja ákveðna fjölda af vörum á dag og nota bene stillt þannig af að það verði ekki afgangur á steypu. Þannig erum við að rúturum alla daga, við erum að framleiða ákveðið magn af steinum, þeir fara svo til lager. Þar söfnum við lager, við erum með lager núna kannski upp á 700–800 tonn og raunverulega það svo lagerinn sem á samskipti við viðstöðuna og tekur sveiflurnar. Þannig að framleiðslan sjálf, hún verður ekki svo mikið vör við sveiflurnar sem eru út á markaðnum. Hverjir eru ykkar viðskiptavinir? Er þetta stóru aðilarnir eins og sveitarfélögin og Ísavía, þið eru hérna í nágrenni við þá og Keflavíkurflugvelli og hvað með einstaklingana? Það má segja það að markaðurinn okkar hann skiptist raunverulega í þrennt og það er svo gaman að þessi markaðurinn tekur innan ársins svolítið við á hverjum öðrum, þannig að við erum raunverulega með allan hringinn
haft nægilegt nú að gera. Þú nefndir mannskapi, við erum með 7 manns í vinnu í dag. Nú, markaðurinn þannig að það svona umþaplega 1/3 okkar sölu sem fer á þennan neytendamarkaði, þennan einstaklingsmarkað sem menn eru að byggja sólbarða, setja undir sumarhús eða stólpa undir girðingar eða kofa út í garði. Nú annar þriðji þá svo verktakarnir og stærri fyrirtæki sem versla gjarnan beint við okkur, en það þá sér framleidda vöru og hannað oft fyrir þá. Og svo það sveitarfélögin, mjög ánægjulegur viðskiptavinir þar. Og vegna þess að þeir eru að sækjast í þessar sérlausnir okkar, í þessi gæði, í þessi endingu. Og það það sem náttúrulega og við vinnum mjög mikið með sveitarfélögin í að leysa verkefni sem inn á þeirra borði. Man sér að þið eru áberandi, það alls kyns þrengingar á götum, maður sér svona afmarkanir og annað uppi hjá Keflavíkurflugvelli við flugstöðin og annað, en þið eru alls staðar svolítið vörurnar eitthvað vel merktar líka. Já, það eru vel merktar og það kannski einkenndi fyrir okkar vöru að við pössum með það að við erum alltaf með logoð okkar framleiðandi innstimplað í allar okkar vörur. Við gefum öllum okkur vörur nafn, svona við haldum okkur svolítið við dverga og tröll og örnefni, Eyjan, Sóley, önnur Borgarey, Fagurey og svo náttúrulega dverganöfnin. Brynjar Marino Húnfjörð, sonur Óskars, kom inn í fyrirtækið fyrir 4 árum og stýri því nú með föður sínum. Með ungu fólki koma ýmsar nýjungar og annað. Varstu að mæta með eitthvað nýjungar inn í fyrirtækið? Við erum við þrívítaprentara og ertu svolítið þar? Sko, það dálítið gaman að þessu, sko, að þetta nú nýr prentari á okkur, en við erum búin að eiga prentara lengi. Sko, kallinn miklu nýjungar gjarnar en ég, sko, þannig að þetta var löngu komið inn í fyrirtækið áður en ég kom inn, sko. Hann hefur einhvern veginn alltaf verið mjög fljótur að tileinka sér nýja græður. En það sem þetta hefur gert fyrir okkur alveg stórkostlegt, því að við hönnum alla okkur vöru sjálf, alveg frá grunni. Að einhverju leyti erum við að hanna vörur þar sem okkur finnst vanta á markaðinn. Einfaldlega varan ekki til, eða þær vörur sem eru til ekki að þjóna öllu því sem við viljum að geti gert. Og svo í hönnun á vörunum, þá eins og ég segi, kemur það annarkvort erum við að reyna að hanna eitthvað sem okkur finnst vanta á markaðinn, en raunverulega stór hluti af okkar vörum kemur frá því að það kemur viðstæðum til okkar. Og hann einfaldlega vill leysa eitthvað sem hann að gera. Hvort að það sé umferðartakmörkun á einhverju bílastæði eða setja upp einhver stór skilti eða hvað það Og þá það svona sem við gerum þetta. Þá byrjum við þegar að hanna vöruna í samráði við viðstæðin. Við skoðum alltaf hvort við sjáum til að þetta verkefni geti orðið að lagavöru. Hvort við sjáum einhver fleiri not fyrir vöruna. Nú ef ekki, þá bara sérframleiðu fyrir viðstæðinin. En við reynum alltaf að hugsa, ekki hægt að gera eitthvað meira með þetta. Svo þrívídaprentum það. Þá líka sjáum við hvað þetta passa vel inn í það sem við erum að gera nú þegar. Og svo hjálpar þetta líka til þegar að koma nýja viðstæðinir að sýna vörurnar. Þetta allt í 1/10, þannig að það mjög auðvelt að setja þetta á borðið, sjá mismuninn á stærðunum til þess að átta sig á. Og svo hjálpar þetta líka bara við að við nefnilega gerum öll okkar mót sjálf og við gerum það úr teikningunum sem við gerum. Það bara þannig að þegar við gerum mót þá teiknum við þetta, einn nýjasti stólpinn okkar, þetta undir rafstöð. Þá þessi stólpi teiknaður, hann prentaður út, við erum sáttir við hann. Þá sendum við einfaldlega teikningarnar í fyrirtæki sem að skera þetta síðan út fyrir okkur. Þannig að það þannig sem þetta verður til. Brynjar, hérna eru litlu hlutirnir með þunguhlutunum. Hvað getur þú sagt okkur þetta partur af heildarlausnunum, heildarlausninni? Já, og þetta eitthvað sem ég að meina þegar ég segja við framleiðum lausnir. Við erum ekki að selja steypu, við erum að selja lausnir og það ekki nóg að vera með undirstöðu. Þú þarf einhvern veginn að geta fest við undirstöðuna. Og í öllum undirstöðunum 16 mm úrlausa, svo það sé ekki kannski neitt rosalega tæknilegt, þá þýðir það bara að ég get fest í það bolta eða snittin sem 16 mm. Og það alltaf eins, það það sem að skipta máli hér. Þannig að við þróum einfaldlega, þetta okkar eigin hönnun, tengistykki sem við köllum, stykki sem tengja það sem þú var að festa við undirstöðuna og hentar fyrir íslenska veðráttu. Við erum alltaf með mjög sterkt byggt, þetta er þykkt í þessu, þetta 30 mm járn og þetta allt heitgáfnhúðað. Þannig að þetta þolir íslenska veðráttu. Og það sem við líka þá pössum kannski í þessu, það að vera með alla íhlutina.
Það þekkja það allir sem eru að byggja pall að fara 5 ferðir í bíkó og enda svo með fullt af skrúum eða eitthvað eftir af því að þú ert að kaupa ákveðið magn. Það sem við erum að reyna að komast upp með er að þú getur akkurat keypt bara það sem passar og þá ertu bara með akkurat. Þú ert með allt með heitgálunúðað af því að ef þú fer að blanda saman efnum þá fer það að ryðga á annað og setjum jafnvel skinnurnar á í réttri röð þannig að þú þarft ekki að vera neitt sérfræðingur í byggingu sko. Þannig að þetta er svona hluti af þessu heildarlausnarkerfi hjá okkur. Það er áhugavert að skoða ykkar sögu. Þú ert atvinnulaus maður fyrir 15 árum síðan og ert að hefja rekstur hérna á Suðurnesjum sem það var verið að leggja mikla áherslu á nýsköpun og annað fljótlega upp úr bankahruni. Í dag eru þið orðnir stundugt fyrirtæki, en þetta er stórt stökk á árum áratug hjá þér og ykkur. Já, mikil ósköp sko. Það er alveg klárt mál að ég hefði ekki náð þessu starti nema með góðu vilja Katakóm og velvilja Reykjanesbæjar. Það er alveg klárt. Nú, við hjónin ætlum við bara að reka hérna fyrirtækja sem við væri bara 2. Og það stóð ekki til að stækka og það er heldur ekkert markmið í dag að vera stór. Þannig en þetta þróast svona og við fylgjum markaðnum og eftirspurnin mikil. Við höfum verið að auka veltun hérna 20-30% ári, öll ári frá við byrjuðum. Núna stöndum við reyndar á milli ára í 50% aukningu. Þannig það er full bratt en það er ekki hægt að hlaupast undan því að sinna auðstöðunum. Hvernig sérðu framtíðina hjá okkur núna á næsta árum? Ég sé þannig að við munum að halda áfram að þróast, ekkert endilega í stórum stökkum, við viljum gera þetta örugglega. Við erum nú búin að fá viðbóta lóð hérna 7.000 fermetra og við erum þá svona 8.000-9.000 fermetra hérna. Við erum í ólitlu húsnæði, við þurfum að leysa það. En fyrst og fremst sé ég okkur sem áframhaldandi vöruþróun, að skapa nýja vöru og ég get nefnt það að við erum núna að fara í verkefni sem meðal annars Reykjanesbær taka þátt í, verkfræðingar og aðri sérfræðingar sem snýr þá að umferðaröryggi og lausnir sem við getum kynnt innan árs. Þannig að það er stanslaust, það er þessi vöruþróun sem er svo spennandi og skemmtileg. Netverslunin dvergarnir.is var opnuð fyrir nokkrum árum og fékk strax glimrandi móttökur en vörurnar eru engin létta vara. Jú, og skemmtilegustu símtölin eru þegar viðstæðurinn hringir og talar um að vantar þessa þjónustu og spurði hvort við sendum og við bara já, ef þú pantar á netverslun þá sendum við frítt þig inn. Þá fer það að hlæja og segja veistu hvar ég er og ég segi alltaf nei, en á meðan þú ert á Íslandi og meðan það er vegur þá skiptir það ekki máli. Þannig að það hefur alltaf gengið vel? Það hefur alltaf gengið vel og við höfum kannski mest gaman að því að það er svo gaman að því bara hvað við erum lítið land og hvað við vinnum öll vel saman. Við erum að nota flutningsaðila og ég fengi fyrirspurnir þar sem að einfaldlega kemur svo skrýtnasta lýsing er að þetta er sumarbústaðarlóð hinn með vatnið, það er að beygja við stóra steinin og við erum við hliðin á gula húsinu. Og fyrstu pantanir sem við fengum svona, þá vorum við nú pingur svona, ok, prófum að skrifa þetta á pakkan og sjáum hvað gerist. En viti menn, vikunni eftir kom viðbótarpöntun á sama heimilisfang, þannig að við virðumst geta gert allt hérna þegar við vinnum saman. Nú er unnið að uppsetningu á nýjum gegnumlýsingarbúnaði í flugstöð Leifs Eiríkssonar, en það er gert til þess að uppfylla kröfur aukið öryggi. Hilmar Bragi var upplýstur málið. Segðu mig frá þessum breytingum á þessum kerfum hjá okkur. Hvað eru þið að gera? Já, núna erum við með stórt verkefni í gangi í farangurskerfinu og það er verkefni sem snýst það að skipta út gegnumlýsingarvélunum okkar, gömlu gegnumlýsingarvélunum fyrir nýjar. Vegna þess að það er ný reglugerð sem tekur gildi núna, bæði 1. september 2022 og 2023 og við erum búin að vera í undirbúningi fyrir þetta verkefni síðan 2016 þegar við byrjuðum að spá í hvað gegnumlýsingarvélar við ætluðum að kaupa og skrifum síðan undir samning við Birgja fyrir farangurskerfið sjálft 2021 og síðan þá hefur allt farið á fullt að skipuleggja og hanna
faranguskerfi sem að passar utan þessar gegnumlýsingavélar, getur tekið á móti þeim fjölda taskna sem munu vera hérna á komandi árum og hjálpar okkur bara að vaxa til framtíðar. Við erum að nota svipaða hugmyndafræði og við vorum að gera í stóru verkefni sem var hérna 2012, þar sem við erum að vonast til þess að geta tekið á móti öllum töskum sem komi gegnum innritun á meiri hraða og að vera svona betur til þess fallin þegar eitthvað klikkar. Það er alltaf eitthvað sem getur klikkað en við erum að búa til kerfi eða hanna kerfi og setja upp kerfi sem er með svona gefur okkur meira rekstraröryggi en við höfum verið að lifa við áður. Og þessar gegnumlýsingavélar þetta er ekki smásmíði, þetta eru 3 gegnumlýsingavélar sem taka við farangrinum hérna frá farþegum úr innritun og svo þetta ein gegnumlýsingavél sem skimar svona tengifarangur. Við náðum sem sagt mjög stórum áfanga núna, 17. október síðastliðinn, þar sem að við fórum live með fyrstu 9 gegnumlýsingavélina. Hún hérna á bak við vegginn, engin smásmíði eða 7 tonn að þyngd og sko allt ferðalag hennar hingað hefur verið skemmtilegt að fylgjast með og svona flókið að skipuleggja, en við erum sem betur fyrir mjög öflugt teymi sem hefur verið í því og bara sem dæmi að koma áður en við förum að tengja svona vélar við faranguskerfið sjálft, að koma henni bara, það eitt að koma til landsins, en að koma henni síðan hérna inn, taka mót henni hérna á svipum slóðum og brottfararfarþegar eru og þurfum að fara með henni alla leið inn í komufríhöfn og þar í gegnum vegg og á flísum og auðvitað ætlaðum við ekki að skilja eftir okkur slóða á brotnum flísum og það gekk rosa vel, en það var líka bara, það voru margar hendur sem voru að vinna þetta verk og þurftum að blása svona upp, ég veit ekki eins og hvað kallast, svona rúllur til þess að koma þeim hérna áleiðis. En þetta gekk mjög vel og 17. október gátum við allan að fagna því að fyrsta vélin er komin. Næsta vél, við reiknum með að við séum að taka hann í notkun núna fyrir jól, bara stuttu fyrir jól. Og svo í rauninni þriðja vélin sem tekur við farangri frá farþegum hérna úr innritun að koma í, lok apríl, cirka. Svo förum við í rauninni í hérna tengiarminn af farangurskjöfunni. En verkefni snýst meira en bara það að skipta út vélum. Þetta í rauninni algjör yfirhalning á kerfinu fyrir utan svona síðasta punktinn sem flokkarinn. Við erum að skipta út öllum stýringum í faranguskerfinu og við erum að skipta út í rauninni færiböndunum, við erum að búa til meira pláss. Farþegar hafa eflaust tekið eftir því að við höfum tekið pláss af komufríhöfninni. Það var vegna þess að við þurftum meira svæði til þess að koma gegnumlýsingavélina fyrir. Við gátum ekki fresta því út af reglugerðum því að við þurfum að fá þær í notkun fyrir 1. september 2023. Þannig að allur tíminn og allt þetta umstang sem við erum búin að vera að standa í núna á síðusta árinu eða svo, það til þess að koma þessum gegnumlýsingavélum í gang og að uppfæra faranguskerfi í kringu það. Er þetta þá hertari kröfur sem er verið að setja á ykkur með því að þið eigi að taka inn þennan nýja búnað? Já, þetta eru kröfur sem eiga við alla flugvelli í Evrópu og þetta sem sagt, kröfurnar snúast það hvernig myndgreiningatækni í þessum vélum. Þetta eru allan það sem við höfum verið að nota, þetta svona X-ray vélar og þessar gömlu vélar sýna mjög góða mynd af því sem í töskunni. Þetta bara svona X-ray mynd, gegnumlýsinga mynd. En þessar nýju vélar eru með bæði betri myndgæði og við fáum svona þrívíddarmódel á töskunum, en það er líka þannig að við getum, vélin hægt að segja smartari. Vélin tekur betri ákvarðanir og það þessi ákvarðanartaka sem orðin úrelt í gömlu vélunum. Við erum með verkefni líka inn í innritunarsalnum sem snýst það að skipta út kíóskunum og það eru í raun og veru kíóskar sem að flugfélög nota, til dæmis Icelandair og Play að koma inn í þar sem við getum innritað okkur sjálf og fengið út töskumiðan og farið síðan á innritunarborðin og afhent töskun okkur sjálf. Og þessi ferill langoftast miklu hraðari heldur en þegar þú þarft að mæta með töskunina og ekki búin að innrita þig og kemur í röð og þarft að bíða. Seinni parturinn af því verkefni að við erum að skipta út þessum selbagdropp sem eru fyrir aftan okkur og það eitthvað sem við sjáum bara framtíðin. Við viljum að farþegar afhendi töskunar sína sjálfur og við sjáum bara að þeir sem prófa það eru mjög ánægðir með það af því að þeir komast fyrr í gegn og þeir þurfa ekki að standa í biðröð. Þannig að það tengt verkefni líka í þessu stóra batteríi. Og það að fara að gerast núna eftir áramótin, þannig að
við sem ætlum að fara hérna flugvöllin svona fyrstu 3 mánuðum ársins, Já. við eigum eftir að sjá okkur breytingar. Þið eftir að sjá breytingar, já, það verður spennandi tímar sko hérna eftir áramótin vegna þess að tengt þessu verkefni sem sagt með gegnulýska vélarnar og eins og það sem ég sagði áðan með að við þurfum að vera að skipta út stýringum og svona, þá þarf að skipta út svona hlutum í einu. Það er ekki hægt að taka bara kannski eitt innréttunarborð í einu, það gerir voða lítið þegar þetta síðan fer allt á svipaða stað. Þannig að í lok janúar þá þurfum við að loka í raun og veru öllum þessum borðum sem við sjáum hérna, sem er helmingurinn af borðunum sem við erum að nota í dag. Og það þýðir að við erum bara að fara að innrita alla farþega á helmingum af innritunarborðinu sem við höfum. Og auðvitað er þetta áskorun og við erum að sjá aukningu í farþegum en þetta er rosalega spennandi verkefni og flókið verkefni þar sem að þurfa aðilar að koma að sko, ekki bara frá Isavia heldur líka frá afgreiðsluaðilunum og reyna átt að sjá því hvernig látum við salinn ganga upp, hvernig látum við þetta vera sem minnsta rask fyrir farþegana en það þýðir líka á þessum tíma þar sem við lokum innritunarborðunum, helmingnum að innritunarborðunum að þá verður svolítið öðruvísi umhverfi. Það er öðruvísi leiðarakerfi, það er öðruvísi afhending, við reynum að veita meiri þjónustu í salnum og allt með því markmiði að farþegar fara ekki í neina tafir, þurfa ekki að bíða ekstra lengi í innritunarsalnum og að við látum verkefnið ganga. Leiður þakka fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum í fjölmiðlun. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift er frítt öll Suðurnes í hverri viku, meðal annars í öllum Netto og verslunum Samkaupa. Við erum með nýja fréttir á víkufréttavefnum vaff.is alla daga og einnig nýjar golffréttir á kylfingur.is. Það er spennandi að fylgjast með hvernig Guðmundi Ágústi Kristjánsinni, nýjum meðlimi á DP Evrópumótaröðinni gengur, en kylfingur fylgist grannt með stöðu mála. Við þykjum góðar ábendingar efni í alla okkar miðla og endilega sendið hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við endum þáttinn með kór Keflavíkur kirkju sem fagnar 80 ára afmæli þessar mundir. Við þakkum fyrir okkur, verið sæl.